Nokkuð öruggur sigur hjá okkur. Hvað skapar þetta? Þetta var samt erfiður leikur. Þetta eru alltaf svo erfiðir leikir á móti þessum liðum, sérstaklega að koma í höllina og móti bara fyrstdeildarliðum yfir höfuð. Munurinn má ekki fara niður í 12-10 stig, þá er allt eins og sé bara allt brjálæði á hinni liðinu og stemmingin og allt þetta og það er oft erfitt að spila á svona lið þar sem hafa allt að vinna og einhvern veginn alla körfur, það er bara eins og það sé ég veit ekki hvað að segja, bara alla körfur eru eins og séu bara að vinna leikinn í hvern skipti og þannig að ég er mjög sáttur að hafa unnið þennan leik og unnið hann svona nokkur samfærdi þrátt fyrir svona ströggl á tíðum. Finnið þið fyrir inn á vellinum, eftir að segja þarna, þegar í K-liðinu, finnið þið fyrir svona til aukna krafti sem að þessi fyrstdeildarlið fá kannski úr stúkunni? Já, alveg klárlega, engin spurning. Það hjálpar henni mikið, sko. Skrítið að díla við það, kannski svona með öðrum leikum? Já, út af því að, eins og segið, þá eigum við að vinna og það væri náttúrulega bara ótrúlegt að tapa fyrir fyrstdeildarliðið, sérstaklega í ljósi þess að við erum efsta lið í úrvalsdeildinni, að þá er þetta skrítið svona, þeir finna eitthvað auka orku og láta okkur hafa fyrir öllu og sem gerir þetta bara mjög skemmtilegt en svona öðruvísi. Farið í úrslit, þetta er fjórða ár í röð. Já. Fyrst voru á móti Stjörnunni og já. Þeir eru búin að vinna síðustu 2 ár. Já. Fáðu annarkvæmt Hauka eða Tindastóll, hvort lið langaði? Verður að velja? Mér er alveg sama, það er erfitt að velja. Það er alveg gaman að mæta á Haukunum, þeir eru búin að vera gríðarlega heitir upp á síðkasti, við töpum fyrir þeim síðast og þeir eru að spila opaslega vel. Stólarnir, þeirra stuðningsmenn er alltaf stórkostlegir og mikið stemming í kringu það, þannig að það væri bara mjög jákvæmt að fá bæði þessi lið og ég vona bara að... Það er skemmtilegur úrslitaleikur saman hvað? Já, engin spurning, þetta verður bara... Þetta eru 2 af efstu 4 liðunum í deildinni núna og í fyrra fengu Þór Þorlákshöfn og þeir voru í 7. og 8. sæti þannig að það munar strax að mæta liði sem á að vera að berjast alla titla eins og Haukar og Tindastóll er að gera. Hlakkar það til? Ég er mjög spenntur.